Góður sæl. Gunnleifur. Blessaður, Heiðar. Hvernig hefur það í dag? Ég er stórfýtt eins og endrann er. Er það ekki? Ég er með hérna, það er svona ein spurning sem hefur brunnið á vörum okkar, eða sennilega bara á mínu vörum. Það er hérna, það hefur verið margt og sagt svona og ritað veru þína í HK og Breiðablik væri svona óvinur númer 1 og nú ertu komin til okkar Blika. Var þetta svona allt hluti af leiknum eða leiðir bara svona eða? Þegar ég kem aftur í HK árið 2002 þá voru skýr markmið sem að við settum okkur hjá HK að fara með liðið. HK-liðið var kannski ekki það var kannski ekki mikið að fótbolta hæfileikum sem slíkum þá, vorum í annarri deild og þurftum þess vegna að leita annarra leiða og meðal annars var svo leiði valin að fara þetta svolítið á hjarta og hug, skapi og partur af því var að efla Ríg við hitt Kópavogsfélagið sem var Breiðablik á þeim tíma sem fór vissulega oft yfir strikið. Það er bara svo gengur að gerast í þessu. En það var aldrei neitt persónulegt. En segðu mér hver er Gunnleifur? Hvaðan ertu? Hvaðan kemur? Ég er ættaður Snæfellsnesi. Pabbi kom frá Ólafsvík og mamma frá Stykkshólmi. Við fæddist upp á Skaga 1975. Flutti í Kópavoginn 1980 með fjölskyldunni minni. Bræður minni fóru í sitt hvort Kópavogsfélagið. IK og Breiðablik. Ég fór í IK síðan. Ég var eldri. Og var í handbolta og fótbolta. Var ekki að góðum stað þegar ég var unglingur. Þroskaðist örlítið. Þroskaðist svo ennþá meira. Er giftur dásamlegri konu. 4 dásamleg börn. Er í dásamlegu liði og líði dásamlega. Hver er svona helstu áhugamálið þín svona fyrir utan fótboltann? Áhugamál, ef það skyldi kallast áhugamál. Ég er mikill fjölskyldumaður og er mikið með fjölskyldunni, gerum mikið saman. En annars snýst þetta meira og minna fótbolta daginn út og inn. Já, svo er ein spurning hérna, er mikil pressa að vera svona mágur hins þykka? Nei, frekar svona, minnst ekki voða vænt um hann sko, en það getur skapað pínu svona vesen að svara ýmsum spurningum hann og svona misþægilegum og ég myndi ekki voða vænt um hann. Nú erum við stattir hérna á Spáni og búin að vera í smá æfingarferð og það eru nokkri dagar eftir. Finnst þér þessi æfingarferð hafa tekist mjög vel eða hvernig hefur þér svona liðið hér? Þetta hefur bara lofað að byrja vel. Æfingarnar er náttúrulega mjög góðar, við erum mjög færa þjálfara. Okkur aðstæðurnar eru fínar. Strákarnir eru náttúrulega leikmenn liðsins eru náttúrulega alveg einstakar perlur þarna nokkrir og þetta eru mjög góðir drengir og það er ekkert vesen og allir að skila sínu og sínu svo er mikið náttúrulega fólki í kringum Breiðablik sem að ég hef svolítið eftir að ég kom sérstaklega þá er mjög hrifinn af því hvað eru margir sem vilja gera góða hluti fyrir félagið. Mikið af fólki í kring og það er vel hugsað okkur og vilja allir allt fyrir okkur gera. Gulli, takk fyrir spjallið. Þakka þér. Það var virkilega gaman að fá þig hérna í sófann hérna á Spáni. Þakka þér. Takk fyrir.